Góðan daginn, takk fyrir komuna öll sömul og takk fyrir góða kynningu, Ragnheiður. Þú sparar mér alveg 2-3 glærur úr þessu, skal ég segja þess, sem mjög gott. Þegar ég með ansi margar glærur, allt og margar eins og venjulega, og svolítið þungar, þannig að ég vona að ég ná eitthvað öllu með mér. En ég ætla þá að halda bara vel á spöðunum. Já, tilgangur rannsóknar eins og Ragnheiður var að segja, ég ætla kannski ekki að fara nánar út í það, en það annars var þetta að skoða hvað fólki finnst réttlæti, hvað réttlæti, fólki sem hefur beitt kynferðisofbeldi og hvaða leiðir getur verið að skoða bæði innan réttarvörslukerfisins og utan, og þetta byggir að viðtölum við fólk sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi. Já, sko, ég ætla að byrja því að tala hvað réttlæti samkvæmt þolendum kynferðisbrota. Síðan ætla að fjalla svolítið ólíka leiðir að réttlæti í kynferðisbrotamálum eða að kannski einhvers konar réttlæti. Þegar ég tala réttlæti þá er ég kannski að tala einhvers konar réttlæti, en að halda því svolítið opnu. Og þar ætla ég að tala sérstaklega fagráðin og ábyrgðarferli svokallaða. Ég ætla að reyna að máta niðurstöður mínar inn í svona kenningaramma sem Fiona Vera Gray hefur verið að búa til. Hún gaf út bók 2017 sem heitir Men's Intrusion and Women's Embodiment. Og ég ætla svolítið að kynna það fyrir ykkur og skoða svo hvert að niðurstöður mínar passi svolítið inn í þann ramma og hvort ég geti prjónað svolítið við ramma Veru Gray. Svo kynni ég þáttakendur rannsóknar aðeins betur og niðurstöðurnar og niðurstöðurnar munu fókusera aðalega á upplifun 4 kvenna sérstaklega. Ég tek sögu 4 kvenna sem ég talaði við sérstaklega til þess að skoða. Svo kemur umræðan. Hvað réttlæti samkvæmt fólki sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi? Claire McLean, Nicole Westmoreland og Julia Downs hafa rannsakað hvað réttlæti þýðir á grundvelli viðtala við konur í Bretlandi sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi. Og þær hafa þróað hugtakið kaleidoskópískt réttlæti, kaleidoscopic justice. Kaleidoskóp er kviksjá á íslensku þegar maður horfir svona upp og það breytist, mynstrun litinni breytast. Og ég ekkert að þýða þetta, ég segi bara kaleidoskópískt réttlæti. Og það hugtak sem það nota til þess að reyna að ná utan upplifanir og skoðanir þessara kvenna. Og svo ég segi þetta hérna bara á ensku, kaleidoscopic justice can be understood as a continually shifting pattern, constantly refracted through new circumstances, experiences and understandings, with multiple beginnings and possible endings, and an ongoing and ever-evolving experience. Réttlætið því síbreytilegt, tekur breytingum við ólíkar aðstæður, reynslur og upplifun, og það getur haft margs konar upphaf og endi, og það upplifun sem lifir svolítið og þróast með okkur. Þannig að hugmyndir okkar réttlæti geta breyst yfir tíma. Og þessi hugmynd réttlæti held ég að sé mjög ólík eins og til dæmis sem maður lítur á refsiréttin, það sem miðar alltaf því að taka þessa einu skýru ákvörðun, að þá þetta náttúrulega allt öðruvísi réttlætishugtak. Það sem líka inn í þessu hugtaki að fólk telur mjög mikilvægt að hafa rödd, og að hafa rödd þýðir í rauninni bæði að hafa rödd til þess að skilgreina eigin reynslu út frá eigin sjónarmiði, og líka hafa rödd ef að fólk fer inn í eitthvað svona réttlætisferli, að hafa þá rödd í því ferli, hafa eitthvað það ferli að segja. Hljóta viðurkenningu annarra, það er kannski stóri lykillinn í þessu, og að hljóta viðurkenning er í rauninni enska orðið recognition, sem kannski svolítið sterkara orð heldur en acknowledgement eða eitthvað slíkt. Og þá þetta í rauninni það að það ekki bara nóg í rauninni kannski að vera trúað eða aðri trúi því að maður hafi upplifað eitthvað á einhvern hátt, heldur að fólk trúi því raunverulega það sem átti sér stað. Þannig að þetta svolítið svona sterkara hugtak. Virðing og stuðningur skiptir gríðarlega miklu máli. Og svo það afleiðingar fyrir ofbeldismanneskjuna, að það séu einhverjar afleiðingar sem skipta einhverju máli, hafa eitthvað að segja fyrir ofbeldismanneskjuna. Svo það forvarnirnar sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir fólk. Fólk hugsa mikið það, að leggja sér mörkum til þess að tryggja að þetta kom ekki fyrir aftur, og svo mikilvægi samfélagsbreytinga til þess að við náum að tækla kynferðisbrotin sem við erum í rauninni ekki að ná að gera í dag nema mjög litlum hluta. Og þessi skilningur, þessi
kaleidoskópískt réttlæti. Mér finnst þetta ná ágætlega utanum hvernig mínir þátttakendur töluðu réttlæti. Mér finnst það svona ná þokkalega vel utanum það og þess vegna nota ég svolítið þetta hugtak. Þannig að þið með hafa þetta hugtak, réttlætishugtak svona bak við eyrun í gegnum fyrirlesturinn. Nú ef við tölum ólíka leiðir að einhvers konar réttlæti og þá svona í viðtölunum við fólk að þá ræddum við svona ýmiss konar ólíka leiðir og þá það í fyrsta lagi náttúrulega refsirétturinn sem við þekkjum. Nú svo það skaðabótarétturinn, það uppbyggileg réttvísi, það restorative justice. Það eru rannsóknarnefndir, sannleiksnefndir, sanngirnisbætur. Síðan talaði fólk líka hvernig það tengdi í rauninni það að taka þátt í mótmælum eins og druslugöngunni, beauty tips byltingunni. Nú þessi viðtöl voru tekin 2015, þannig að MeToo hafði ekki átt sér stað þegar þessi viðtöl voru tekin. En fólk tengi það að taka þátt í þessu eitthvað sem fólk hugsar, ok, ég að leggja mitt á vogarskálarnar til þess að ná fram réttlæti. Þannig að fólk tengir þátttöku sína oft við réttlæti í þessu samhengi. Og síðan að segja sögu sína opinberlega, það var líka oft eitthvað sem fólk tengdi við að reyna að ná fram réttlæti og jafnvel upplifa einhvers konar réttlæti þegar fólk var jákvætt feedback, sem sagt. Nú það sem ég ætla að tala sérstaklega svolítið hérna í dag eru annars vegar fagráð viðbrögð við kynferðisofbeldi og ég ætla að fara svolítið betur út í það og svo ábyrgðarferlið, svokallað. Nú fagráð viðbrögð við kynferðislegri áreitni og öðru kynferðislegu ofbeldi, þetta eru svona fagráð held ég sáum við fyrst hjá kirkjunni, þjóðkirkjunni 99 og það var sett á laggirnar í kjölfar biskupsmálsins svokallaða. Nú síðan það æskulýðsvettvangurinn 2012 sem setur svona fagráð á laggirnar og æskulýðsvettvangurinn samstarfsvettvangur Ungmennafélags Íslands, Bandalags Íslenskra skáta, KFUM og KFUK á Íslandi og Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Síðan það Háskóli Íslands 2014, Ríkislögreglustjóri 2014 og Blindrafélagi 2017. Og ég veit ekki fleiri fagráð, þannig að ef við vitum fleiri þá með ég gætna láta mig vita. Og reglurnar kveða oft þetta sem sagt í fagráðunum að þá sitja iðulega 3 til 4, bæði karlar og konur, bæði þá innan úr stofnuninni eða félagasamtökunum og utanaðkomandi sérfræðingar. Og þessi utanaðkomandi sérfræðingar eru oft lögfræðingar og sálfræðingar. Og reglurnar kveða iðulega þetta að taka við tilkynningum þolenda og leiðbeina þeim málsmeðferð og bjóða stuðning. Tryggja kvartanir fái viðhlítandi meðhöndlun samkvæmt lögum og reglum og hérna oft í rauninni verið að nýta í rauninni stjórnsýslulög. Nú vera yfirmönnum til ráðgjafar úrlausn mála sem falla undir svið fagráðsins og vera til ráðgjafar fyrirbyggjandi aðgerðir gegn brotunum á vinnustaðnum eða, Nú ábyrgðarferlið, það sem hefur verið kallað Community Accountability Process, það ferli sem byggir rauninni á hugmyndinni umbreytandi réttlæti eða transformative justice. Og þá hugmyndin þessi að þegar ofbeldi séð sem afleiðing samfélagslegs ójafnréttis, þá þarf að umbreyta samfélaginu til þess að koma í veg fyrir slíkt ofbeldi og til að tækla slíkt ofbeldi. Og þetta hefur verið þróað í hópum víða heim, bæði konur af ólíkum uppruna, Insight, sterk samtök í Bandaríkjunum, anarkistasamfélögum í Bandaríkjunum eins og Philly Stands Up og Philly's Pissed. Nú í frumbyggjarsamfélögum sá svona svipuð fyrirkomulag og þetta núna að finna í Bretlandi, Ástralíu og víðar og þar á meðal á Íslandi og hugmyndin ábyrgðarferli var fyrst kynnt hér á landi á fyrirlestri hjá Róttaka Sumarháskólanum árið 2011 af hópi kvenna en það var Arnþrúður Ingólfsdóttir sem fór fyrir hópnum. Nú í svona mjög stuttu máli að þá einhvern veginn hugmyndin sú að ef ofbeldi á sér stað inn í þessum samfélagshópum að þá brotaþola sýndur aktífur stuðningur á meðan ofbeldismaðurinn hvattur og studdur til að taka ábyrgð á ofbeldinu. Þetta svona ideal scenario sem maður segir, þetta hugmyndin. Og það sem oft kemur upp í þessum ferlum að brotaþolar óska eftir rými og setja þá kröfu að ofbeldismennir komi ekki inn á ákveðna staði eða yfirgefi staði sem þær eru á. Og aðrir innan samfélagshópsins aðstoða þá við að búa til þetta rými og oft vísað í þetta rými sem safe space þegar verið að tala þetta. Nú, safe spaces, þessi öruggu rými, almennt tölum við iðulega safe space að þá það vísun í þetta rými þar sem jaðarsettir hópar fólks eru óhultir fyrir kerfisbundnu misrétti.
Þannig þetta svona svolítið ideológískt að mörgu leyti. Og þá þetta kærusbundna misrétti getur verið á grundvelli kyns, kynhneigðar, kynþáttar og svo framvegis. Og þá hugmyndin þetta að hafa öryggi til að kanna og styrkja sameiginlega sjálfsmynd. Það oft svona eitthvað sem á sér staðinn í þessum hópum. Nú í tengslu við kynferðisofbeldin þá tölum við oft þessi þolendavænu rými. Og þá hugmyndin svolítið þessi að vera óhult fyrir kynbundnu kynferðislu áreitni og öðru ofbeldi. Og vera örugg til að ræða upplifanir sínu tilfinningar og hugmyndir. Þannig að Lewis og félagar hafa talað þetta að vera safe from and safe to. Þetta svona virkar á þennan tvöfalda hátt. Ég held að rýmið sem ég að fara að tala meira á eftir, það sem ég kalla réttlætisrými, ég held að þessu ákveðin element sem eru öðruvísi heldur en þessi safe spaces. Þetta held ég eitthvað aðeins öðruvísi. Nú, svo það þessi fræðilegi rammi sem ég að reyna að hugsa þetta svolítið inn í niðurstöðurnar og þar byggi ég á þessari bók Fiona Veru Gray, Men's Intrusion, Women's Embodiment og þar hún að rannsaka reynslu og upplifun kvenna af kynferðislegri áreitni karla á götum úti í Bretlandi. Og hún byggir á tilvistar fyrirbærafræði Simone de Beauvoir, það svona nálgun hennar. Og síðan notar hún hugtakið samfella kynferðisofbeldis, eða sem ég að þýða sem samfellu kynferðisofbeldis, sem hugtakið Continuum of Sexual Violence, sem hugtak sem Liz Kelly kom fram með 1988 og hefur verið notað mikið. Og það vísar í þetta umfang þess hversdagslega kynferðisofbeldis sem karlar beita konur og tekur á sig fjölmargar myndir. Nú, til þess að hressa upp á minnið hjá ykkur, hvað var það Simone de Beauvoir, þá ætla ég nú aðeins að koma inn á kafla sem Sigríður Þorgeirsdóttir heimspekingur skrifaði í bók árið 1999 sem hún og Irma Elísdóttir ritstýrði á sínum tíma. Og þar kynnir hún svolítið svona Beauvoir til leiks og hennar fyrirbærafræði og þetta heimspekileg aðferð til að skilja og skýra reynslu mannsins af sjálfum sér í heiminum og heiminum í honum sjálfum og þá merkingu sem hann ljær þessari reynslu. Og þetta hugtak vera í heimi eða being in the world. Og Beauvoir styðst einkum við fyrirbærafræði Merleau-Ponty á sjálfsverunni sem líkamsveru í heimi. Og sjálfsveran þá lifandi líkami sem ávallt staddur í einhverjum reynslu heimi. Og þetta svona nálgun sem kemur fram og kannski gagnrýni á fyrri hugmyndir sem gengur út af það að sjálfið búi einhvern veginn í huganum og hugurinn einhvern veginn aðskilinn líkamanum og aðskilinn heiminum og svo reynum við einhvern veginn að tengjast líkamanum og tengjast heiminum í gegnum hugan. En þetta andsvar við það og segir líkaminn í þessi staður þar sem allt þetta á sér stað, hreyfing, skynjun, tilfinningar og hugrænar athafnir. Þannig að það verður líkaminn okkar sem tæki okkar til þess að grípa veröldina og í rauninni aðstæðað situation, talar hún. Nú Beauvoir skýrir reynslu kvenna út frá líkamleikanum og þeirri merkingu sem leidd af honum og sýnir hvernig líkaminn takmarkandi þáttur í athöfnum okkar og áformum. Og hún taldi aðstöðu kvenna, líkamleika kvenna, sérlega takmarkandi sökum kynbundis ójafnréttis. Og hún notaði hugtakið situated freedom eða aðstöðubundi frelsi sem getan til þess að iðka frelsi okkar og gera upplifanir okkar merkingabærar og hvernig það takmarkað af líkaminn okkar, reynslu og kringumstæðum, en á sama tíma ekki ákvörðuð af þeim þáttum. Nú, Fiona Vera Gray, hún þróar fyrirbærafræðilega nálgun Beauvoir til þess að skilja upplifun kvenna og stúlkna af þeirri samfellu kynferðisofbeldi sem karla beita. Og hér verið að skoða ofbeldi karla gegn konum og það ekki verið að segja að konur geti ekki beitt ofbeldi eða það að aðrir en konur geti ekki verið beittir ofbeldi, heldur bara verið að skoða þetta sérstaka fyrirbæri hér og sem samfélagslegt fyrirbæri og merkingu þess. Nú, Fiona Vera Gray, hún talar þetta hvernig fyrirbæri hafa merkingu þegar einhver gefur þeim merkingu. Og huglæg merking verður til í gegnum tengsl með því að tengja einstök ofbeldisatvik við hvert annað og við því samfélagslega samhengi þar sem við lifum og hrærumst og við það hvernig við skiljum möguleika okkar og hrindum áformum okkar í framkvæmd.
Þannig að kynferðisofbeldi sem samfélagslegt fyrirbæri hefur þannig áhrif á hvernig konur skynja möguleika sína til að iðka frelsi sitt og lifa lífinu. Þannig að hefur áhrif á okkur dagstaglega líf. Dæmi þetta kannski eitthvað svona einfalt dæmi kannski hvernig þetta aðalega stúlkur alast upp við þessi skilaboð þurfa alltaf að vera að passa sig. Það þessi skilaboð að passa sig. Og ef þær eru síðan áreittar eða beittar ofbeldi þá verður þetta mjög auðveldlega spurning af hverju passa hún sig ekki nógu vel. Af hverju fór hún þessarlega heim en ekki þessarlega heim eða af hverju fór hún í þetta partí en ekki heim til sín og svo framvegis. Þannig að verður þessi ábyrgð, stúlkur þurfa að taka einhvern veginn ábyrgðina á í rauninni þessum möguleika á ofbeldi karla. Og svo náttúrulega fylgir skömmin og sjálfsásakanirnar í kjölfarið. Af hverju gerði ég þetta en ekki hitt, af hverju brást ég svona við en ekki hinsegin. Þannig að, já, og Vera Gray fallar hvernig þessi hversdagslega samfella innrásar, hún talar innrás eða intrusion, í staðinn fyrir kynferðisofbeldi, hún notar orðið intrusion. Hversi hversdagslega samfella innrásarkarla inn í líkamlegt og tilfinningalegt rými kvenna lykilþáttur í því að konur upplifa líkamlun sína sem þverstæðukennda og tvíræða. Og þetta getur ýtt undir alienated embodiment, eins og það heitir á ensku, sem í rauninni þessi varnarviðbrögð sjálfsins, þar sem vitundin upplifir hið líkamnaða sjálf í rauninni eins og utanfrá. Og það verður þá þessi firring frá eigin líkama og frá heiminum og svo getur þessi leið til þess að vera orðið að vana eða habit. Og þetta eitthvað sem fólk þekkir, fólk sem hefur beitt kynferðisofbeldi, mjög margir þekkja þetta í sínu extrem formi, sérstaklega meðan kynferðisofbeldinu stendur, þessi alienated embodiment. Nú, Vera Gray þróar hugtakið svolítið út frá Beauvoir, situated agency eða aðstöðubundin atbeini og vill meina að þetta sé hugtak til að skoða hvernig konur tjá líkamnað ákvörðunarvald sitt og hvernig atbeini kvenna heftur af kynjaójafnrétti og annars konar ójafnrétti. Þannig að hún talar að það mikilvægt að skilja betur hvernig konur skipuleggja sig til að takast á við, forðast og spyrna gegn hversdagslegum innrásum karla í líf þeirra. Og slík líkamsþekking eða bodily know-how, eins og hún talar getur svo aðstoð við að tengjast líkamannum aftur og þeirri getu til atbeina sem hann býr yfir. Þannig að hún að tala og til þess að gera þetta, að þá talar hún hugtakið gagnvenjur eða counter habits. Það að segja að þegar konur bregðast við innráskarla í líkamlegt og tilfinningalegt rými á annan hátt en venjulega. Þannig að ef þessi alienated embodiment eitthvað sem kannski eitthvað sem við þekkjum mjög vel, að þá að skoða líka hvernig bregðast konur við þegar þær gera þetta ekki, þegar þær hefða sér einhvern veginn öðruvísi. Og svo mikilvægt að skoða þetta betur og kortleggja þetta betur og reyna svo þannig að þróa einhvers konar inngrip eða svona interventions hvernig við eigum að grípa inn í þessar hversdagslegu árásir karla í rými kvenna. Þetta svona hennar rammi, þannig að ég svolítið að máta mig við þennan ramma. Nú ætlum ég að kynna þátttakendur, rannsóknarinnar. Það að taka þátt var bara rauninni það að vera 18 ára eða eldri og telja sig hafa verið beitta eða beittan kynferðisofbeldi og þáttakendur voru 32 konur, 3 karlar og ég leitaði eftir þáttakendum hjá réttargæslumönnum, sálfræðingum, frjálsum félagasamtökum sem bjóða þolendum aðstoð og frjálsum félagasamtökum sem beita sig fyrir réttindum minnihlutahópa og völdum Facebook-hópum. Nú aldur viðmælanda var allt frá 19 til 67 og ofbeldi átt sér stað allt frá barnæsku til 42 aldurs. Og tegund ofbeldis var nauðgun, tilraun til nauðgunar, kynferðisofbeldi gegn barni, kynferðisleg áreitni, stafrænt kynferðisofbeldi og kaup á vændi. Og ofbeldisfólki voru karlar og drengir fyrir utan eina stúlku og eina konu. Og þetta voru vinir, fjölskyldumeðlimir, kunningjar og ókunningir. Og aðferðin sem ég notaði síðan við að greina þessi viðtöl þemagreining og ég hef rauninni ekki tök á að fara mikið út í það hérna í dag. En hugtakið réttlæti náttúrulega eitthvað sem var inn í rannsóknarsniðinu alveg frá byrjun og þetta var náttúrulega það sem ég var að tala við fólk. Þannig að réttlæti náttúrulega út allt í þessum viðtölum. En eftir á móti þema rými eitthvað sem ég tel mig hafa verið að þróa sem þema upp úr þessum viðtölum. Og
rýmið kom fram með ýmsum hætti en þessi 4 viðtöl sem ég langar til að tala sérstaklega hérna í dag, mér fannst þau sérstaklega áhugaverð í þessu samhengi vegna þess að mér finnst þau sýna svolítið svona tengslin á milli rýmisþemansins annars vegar og réttlætisþemansins hins vegar. Nú ætla ég að kynna fyrir ykkur þessar 4 konur og eins og ég skil þær að þá eru það að skapa sér rými á ólíkum vettvangi. Það er Arna sem er að skapa sér rými innan fjölskyldunar og Lilja sem er að skapa sér rými í vina- og kunningjahópnum. Sædís er að skapa sér rými á vettvangi fræðslu og menntunar og Katla er að skapa sér rými á vinnustaðnum. Nú, við byrjum á Örnu. Í viðtölum við þátttakendur sem höfðu verið beitt kynferðisofbeldi af hálfu fjölskyldumeðlims að þá voru fjölskylduboð oft sérstaklega merkingarhlaðin rými. Mörg lýstu því hvernig ákvörðun þeirra að mæta í fjölskylduboð, kvöldverði, afmæli, giftingar, jarðarfarir og þess háttar veltur á því hvort ofbeldismanneskjunni hafi einnig verið boðið. Og sumir töluðu hvernig þau hefðu þurft að skera á öll tengsl við fjölskyldumeðlimi sem neituðu að viðurkenna að ofbeldi hefði átt sér stað. Á meðan aðrir reyndu að halda tengslum á kostnað mikilla innri átaka oft á tíðum. Nú Arna, kona á 50-aldri, sagði frá því hvernig hún hafi skorið á öll tengsl við stjúpföður sinn og fjölskyldu hans en hann hafi beitt hana kynferðisofbeldi í æsku og hafi aldrei viðurkennt gjörðir sínar. Hún hafi sendt stjúpföður sínum og foreldrum hans bréf þar sem hún sagði þeim að hafa ekki samband við sig en bréfið innihélt einnig lýsingu af því sem hann hafi gert við hana. Og hún sagði að þetta hefði verið með bestu ákvörðunum hennar í lífinu vegna þess að þannig hafði hún tryggt að þau hefði ekki aðgengi að börnunum hennar. Þetta er rauninni svona forvarnaraðgerð henni hafi verið. Nú, hún sagði að loka á stjúpfjölskylduna, það fannst mér algjörlega að vera partur af því að sækja fram réttlæti fyrir mig og mína. Og árum saman hafði hún aldrei farið í fjölskylduboð hjá systkinum sínum af því að þau buðu alltaf pappa sínum. Og þau hefði ekki tekið stöðu með henni. En eftir mörg ára sjálfsvinnu komst hún á þann stað að hún vildi vera í tengslum við systkini sín og þeirra börn og vildi hafa kost á því að mæta í fjölskylduboð. Og hún sagði, ég var ekki tilbúin til að sleppa við að fara í öll brúðkaup, skírnir og veislur af því að þau væru þar. Þannig að í staðinn fyrir að vera pirruð og reið við systkini mín þá ákvað ég bara að ég ætlaði að bera ábyrgð á því hvort ég mæti eða ekki. Nú, móðir hennar hafði staðið með henni í gegnum súrt og sælt og með hana sér við hlið ákvað hún að mæta í fjölskylduboð í fyrsta sinn eftir mjög langan tíma, þar sem hún vissi að stjúppabbi hennar myndi vera. Og hún sagði, ég hélt ég myndi deyja sko á leiðinni, en ég gekk með rosalega beint bak og gekk bara svolítið inn eins og ég ætti pleysi sko. Og allstaðar þar sem ég gekk inn í herbyggi þá bakkaði stjúppabbi minn út, þannig að hann tapaði hverri orustinu á fætur annarri. Þannig að það var líka pílu svona réttlætis. Það var svona ávinningur að hann bakkaði alltaf og fór allir í vörn og var kjánalegur. Og ég spurði hana hvort hún farið það núna reglulega í fjölskylduboð. Og hún sagði, það fær bara eftir í hvaða formi ég er í svolítið sjálf, hversu sterk ég treysti mig til að vera, hvort að valkyrjan er yfir höfuð í sambandið ekki, þegar stundum bara næ ekki að plugga hann inn. Nú, svo er það Lilja, sem er svolítið að taka sér rými í samfélaginu, eða já, þetta nú á nú að vera í vinahópnum, á þetta nú að vera. Þegar ég spurði Lilju, konu á 40-aldri, hvort að hún hefði reynt að sækja réttlæti utan réttarkerfisins, sagði hún frá því hvernig hún hefði notað ábyrgðarferlið, eða svona ákveðna þætti úr ábyrgðarferlinu. Lilja hafði verið hluti af aktivistasamfélaginu þar sem hún hafði kynnst manni sem hafði svo beitt hana kynferðisofbeldi. Á því tímabili hafði hún tilheyrt vinahópi sem hún treysti ekki til að prófa ábyrgðarferli með. Hún sagði, þau skildi ekki held í hversu alvarlegt þetta var sko. Af því þau tala hann í kringum mig. Ég þarf að biðja þau að hætta að tala hann. Eða þú veist, ég var í heimsókn hjá vinkonu og hún segir, já, hann var eitthvað gær í mér að baka. Þetta umhverfi var til þess að mér fannst ég upplifa ákveðið réttleysi gagnvart eigin upplifun, ef það er hægt að segja það. Þú veist, gagnvart því að gera eitthvað í eigin upplifun eða tilfinningunum sem ég hafði. Síðan kynntist hún öðrum vinahópi þar sem hún treysti sig til að reyna ábyrgðarferlið. Hún bað eina vinkonu að setjast niður með sér á meðan hún skrifaði bréf til ofbeldismannsins. Í bréfinu lýsti hún því sem hann hefði gert og sagði honum að hafa ekki samband við sig og yfirgefa staði þar sem hún væri. Og vinir hennar fóru svo með bréfi til hans. Eftir það hafði hún séðan
2 sinnum. Og hún sagði, í bæði skiptin hrökklaðist hann að svæðinu. Mér leið rosalega vel yfir því hversu ógeðslega hræddur hann var. Hann bara leit undan og dauðskammaði sín. Hún hafði líka skrifað semst frænda sínum skilaboð á Facebook en hann hafði reynt að nauðga henni þegar hún var unglingur og hún fékk engin viðbrögð frá honum og blokkaði hann í kjölfarið á Facebook. Og eftir það hefur hún hitt hann og hún sagði, hann þorir ekki að vera í sama herbergi og ég, hann hrökklast í burtu. Hann er hræddur við mig og mér finnst það bara mjög jákvætt því hann virðist ekkert ætla að breytast. Það er ákveðin baksaga hér sem ég ætla ekki að fara út í. Nú, einn daginn eftir hún hafði sendt bréfin og þá var hún að labba heim úr vinnunni og hún sagði, það helltist yfir mig þessi tilfinning. Allt í einu að ég á mig aftur og ég bara grenjaði alla leiðina sko, að gleði. En það gerist líka að ég byrja að tengjast líkamanum á mér aftur, sem var mjög jákvætt og allt svoleiðis. Ég var til dæmis ekki svöng í mörg ár, bara var ekki svöng fyrir neitt og var allt í einu fann að vera svöng aftur, en það var mjög pirrandi. Og ég fann sko, ég fór að vakna á morgnana og var bara alls staðar og það var ekki að ég var spennt yfir nóttina, heldur ég hefði bara verið svona líkamlega spennt í mörg ár og var loksins farin að finna fyrir líkamannum almennilega, þú veist. Aldrei verið fegin að líða svona ömurlega. Og já, ég myndi tengja þetta bara beint við að konfrontera þá. Nú, ég baði að reflektera svolítið á reynslu sína af ábyrgðarferlinu og hún sagði, sko, það eitt að skrifa bréf var ekki endilega, þú veist, málið. Heldur ég var með rosalega stuðning í kringum mig og bara fólk og vini sem sögðu við mig bara, þú veist, ég mun standa með þér í þessu. Og það breytti öllu. Ég bjó í búblu í nokkur ár, mjög femínískri búblu, svo ég held að þú veist, ef þetta eingöngu verið að skrifa bréf, það ekki verið að það þarf þetta aðhald, það þarf þetta rými, þennan stuðning. Og maður fer ekki að öðlast sinn sess eða upplifir ekki að maður eigi sinn sess í samfélaginu nema fyrir það að þessi skapa rými fyrir mann. Þetta ábyrgðarferli fannst mér fannst það bara, það var hluti af því að mér fannst ég eiga sjálfa mig aftur, sem er bara tilfinning sem ég bjóst aldrei við að finna aftur, og rétt til rýmis. Þetta léttir rosalega mikið á öllum ótta og ég fór að upplifa samfélagið svolítið aftur sem mitt. Maður upplifir að maður megi ýta þessum einstaklingum út og að finna samstöðu var ómetanlegt. Þú veist, ekki vera að biðja, heldur segja þeim að fara út af því rými sem ég er í, einhvern veginn gefur mér það vald til að skilgreina upplifanir mínir aftur. Þannig að þið geymið þetta með ykkur. Nú ætlum ég að kynna Sædísi fyrir ykkur og ég lít þannig að hún hafi verið að taka sér rými á vettvangi menntunar og fræðslu. Nú Sædís, kona á 30-aldri, lýsti því hvernig henni leið þegar hún fór á námskeið og sá þá fyrrverandi vin sinn sem hafði nauðgað henni nokkur áður. Hún hafði ekki kært málið þar sem hún hafði reynslu af því að kæra kynferðisofbeldi til lögreglunnar áður og lýsti því sem niðurlægjandi lífsreynslu en málið hafði verið fellt niður. Þegar hún sá þannig fyrrverandi vin sinn á námskeiðinu, sagði hún, mér var bara ofboðslega brugðið að sjá hann. Ég labbaði bara áfram í leiðslu, settist bara aftast og dissociaði frá mér allan tíman. Og hér notar hann orðið dissociation sem vísar í rauninni í þetta sem margir lýsa að meðan ofbeldinu, kynferðisofbeldinu stendur að þá er þetta að yfirgefa í rauninni líkamann, yfirgefa sjálfan sig og umhverfið sitt. Og hún leitaði til kennara sem hún treysti þar sem hún sagðist að brotna niður og grátið og í kjölfarið sagt frá því sem hafi gerst. Og kennarinn ráðlagði henni að leita til fagráðsins til að skoða hvað væri hægt að gera. Hún sagði, ég vildi öryggi. Ég vildi garantí fyrir að hann myndi láta mig vera og ég þyrfti ekki óttast að hann væri þarna á svæðinu. Ég var ekki að þessu fyrir einhverja hefnigirni þannig að ég var ekkert að reyna að fá hann rekinn. Nú hún fór á fund fagráðsins þar sem hún upplifði að hún var tekin alvarlega og hún ákvað að leggja fram kvörtun og í kjölfarið kallaði fagráðið hann á sinn fund þar sem hann viðurkenndi gjörðir sínar og var tilbúinn að taka restina af námskeiðinu í eins konar fjarnámi. Hún sagði að fá, hérna nefnir hún eitt tiltekinn meðlim í fagráðinu, að fá þessa manneskju svona virta og svona til að segja það sem þú varst að lýsa í nauðgun, það var ákveðin svona viðurkenning sko. Og einstað að vita hann hafi játað fyrir svona offisjál fólki en ekki bara við mig í Facebook skilaboðum er líka ákveðin viðurkenning. Nú, hún sagði líka, sko, það er náttúrulega ekki hægt að garantera að hann eigi aldrei leið þarna, þú veist, það er bara þannig. Kannski væri hægt að ganga harðara eftir því, en ég fann bara ekki þörf fyrir það. Eða allavega ef hann sæi mig eitthvað staðar, þá myndi hann gangi í burtu.
og það var ákveðin vinningu fyrir mig. Eftir þetta þorði ég að fara á, lýsir hérna sameiginlegu svæði þarna þessi námskeið er haldið, vegna þess að fyrir mér hafði það verið hans yfirráðasvæði. Og hún sagði líka, með því að samþykkja þetta, þú veist, annars vegar við svona utanaðkomandi aðila sem hefur ákveðið svona authority figure hlutverk, að gangast við hann hafi gert á hlut minn og samþykkja þessa skilmála, það gaf mér öryggi til að taka meira pláss í heiminum. Nú, svo ætla ég að kynna ykkur fyrir Kötlu sem ég lít svo á, hún var að vernda í rauninni rými sitt á vinnustaðnum eða vernda sinn vinnustað. Nú, Katla, kona á 50-aldri, lýsti því hvernig tilvera hennar hrundi þegar hún fékk tölvupóst einn daginn í vinnunni sem innihélt upplýsingar verkefni sem verið var að framkvæma á vinnustaðnum. Einn af þeim sem vann verkefni var fjölskyldumeðlimur hennar, maður sem hafði beitt hana ítrekuðu kynferðisofbeldi þegar hún var yngri. Hún sagði, ég var bara hrikalega kvíðin og óörugg og bara leið hrikalega illa. Já, mér fannst ég hvergi óhult, fannst ég einhvern veginn sjá hann alls staðar. Hún lýsti því að hún hafi þurft að í rauninni skilja við fjölskyldu sína á sínum tíma, því flestir fjölskyldumeðlimir hennar tóku frásögn hennar á ofbeldinu ekki alvarlega og höfðu ekki tekið afstöðu með henni. En hún var stolt af sér fyrir að hafa náð árangri í sínu starfi, þrátt fyrir þær alvarlegu afleiðingar sem ofbeldi hafi haft á heilsu hennar og tengsl við fjölskylduna. Og þegar hún las tölvupóstinn og áttaði sig á að hann var að fara að vinna á sama vinnustað, þá lagði leiðinni eins og hann var að taka af henni vinnuna alveg sem hann hafði tekið af henni fjölskylduna. Og hún sagði, þú veist, gerendur halda sínu plássi, en þolendur þurfa að víkja, sko. Alveg eins og ég hafði upplifað í familjíunni. Þannig að þetta var einmitt þessi barátta að halda þessu hérna plássi. Hún ákvað að leita til fagráðsins og hún sagði, það var eins og að hafa orðið fyrir valtara, en leið það var það svona ótrúleg hreinsun. Bæði bara, þú veist, hérna, talandi svona réttlæti, mér fannst að vera svona einhvern veginn, ég upplifði þetta sem einhver svona sannleiksnefnd. Og í fyrsta skipti sem að ég hef náttúrulega sagt frá þessu, en þarna fannst mér ég vera komin með einhvern veginn vettvang sem að skipta einhverju máli, allavega í þessu samhengi. Að það mér fannst, sko, ég var að berjast þú veist, að halda þessu svæði fyrir mig. Og þá var þetta svona leiðin fyrir mig til þess. Ég upplifði allan tíman að þetta væri á mínum forsendum, þú veist, það sem var tekin afstæða með mér. Nú, á meðan hún beið eftir að vita hvað fagráðið myndi gera með kvörtun hennar, að þá sagði hún, þarna eyði ég bara einhverjum dögum í fótstellingunni einhvers staðar. Nú, fagráðið kallaði svo manninn á sinn fund og útskýrði fyrir honum kvörtunarefnið ef maðurinn neitaði að hafa beitt hana kynferðisofbeldi. Á þeim tíma var maðurinn ekki lengur formlega tengdur vinnustaðnum, þó svo hann lýsti yfir mögulegum áhuga á að vera tengdur honum í framtíðinni eða fá starf þar í framtíðinni. Í kjölfari fékk Katla bréf frá fagráðinu þar sem kom fram að þau hefðu ekki lögsögu í málinu þar sem starfssamningur mannsins hafði runnið út. Og hún sagði, ég vissi alveg að þetta yrði niðurstaðan, en ég vissi að þú veist bara það sem væri hægt að gera var að segja honum, við vitum. Nú veist þú að við vitum og hvað ætlar þú að gera í því? Og hún sagði líka, fólki í fagráðinu sem að telja frásögn mín sé mjög trúanleg og taka afstöðu með mér og það er einhvern veginn lykilatriði. Því að það er einmitt eitthvað svona opinbert. Þetta er eitthvað logo og stimpill, þú veist, þetta er ekki einhverju sálfræðingar sem ég er að borga. Og nú er ekki hægt að afgreiða mig sem bara eitthvað klikka og geðveika, bara eins og að gerst í familjíunni. Þetta er eina réttlæti sem er í boði. Það verður ekkert öðruvísi en þetta, sko, allavega ekki í bili. Nú veit hann að ég mun ekki bara þegja, þannig að það er einhvern veginn mín vörn. Það er skjöldurinn sem ég hef. Og ef hann ætlar sér eitthvað, ég meina þá get ég alveg mætt honum og sagt honum bara að drulla sér. Og þegar ég bara Kötlu að reflektera á þetta rými sem hún var að tala að þá sagði hún, ég er kannski að tala eitthvað þolendavænt umhverfi og nei, ég er honum mjög afhugað þeirri hugmynd og ég í raun þol ekki svolítið þetta safe space. Mér finnst það bara kjaftaði. Þú veist, þetta snýst ekki safe space. Þú veist, þetta snýst frekar bara eitthvað fokkins réttlæti. Þú veist, ég á rétt á þessu rými. Bara þú ert búin að vaða algjörlega inn á mitt rými og núna bara þarf ég alveg svona mikið, hún gerir stóra hringsna með höndunum, svona mikið. Og þú veist, þannig að það er einhvern veginn miklu frekar það.
Ekki það að ég sé eitthvað lítil hrædd mús og þú megir ekki eitthvað að koma inn á mitt rými. Það bara, þú átt ekkert erindi þangað. Þú búin að fyrirgera rétti þínum, bara með því að brjóta á mér, þú veist. Þar með stækkar minn radíus gagnvart þér. Kannski snýst þetta bara eignarhald á rými, sko. Nú ætlum ég að reyna að taka þetta svolítið saman og reyna að greina þetta svolítið. Þannig að sko, eins og ég skilðar vera að tala rými, að þá sko rými felur í sér margþætta skírskotun. Það er huglægt, það er tilfinningalegt, það er líkamlegt, það er félagslegt og það er svæðisbundið, mjög skýrt svæðisbundið hlut til og það er samfélagslegt. Og útgangspunkturinn þannig sem það er að tala þetta rými er líkamnað sjálf þeirra, þaðan sem það er að vinna því að varpa fram og fylla inn í einn líkama og varpa fram og stækka rými sitt í þeim kringumstæðum sem það finna sig í. Nú ef við skoðum svolítið svona byrjunina á þessum frásögnum að þá í rauninni lýsa þær ákveðin svona tilvistarkrísu. Að það þurfa að vera í sama rými og ofbeldismaðurinn eins og ekkert hafi í skorist er einhvers konar áframhald á kynferðisofbeldinu eða í það minnsta áframhald á valdleysinu sem kynferðisofbeldið felur í sér. Máttleysinu, valdleysinu. Og hérna í rauninni þá er hægt að tala að þetta sé í rauninni ný svona dimensjón einhvern veginn í þetta hugtak continuum of sexual violence, að þetta getur haldið einhvern veginn áfram. Upplifun er svo að fólk upplifir þetta áfram þegar það þarf að vera í sama rými og ofbeldismaðurinn án þess að ofbeldi hafi verið viðurkennt. Og eins og Arna segir, ég hélt ég myndi deyja. Lilja segir, mér fannst ég upplifa ákveðið réttleysi gagnvart eigin upplifun. Sædís segir, ég settist bara aftast og dissósieraði frá mér allan tíman. Og Katla segir, hérna eyði ég einhverjum dögum bara í fótstellingunni einhvers staðar. Þetta er rauninni svona vísanir í ákveðina svona djúpa tilvistarkrísu. Og síðan líka þegar hvernig það tala í rauninni þegar þeir eru að berjast fyrir í rauninni tilvist sinni og nota í rauninni stundum orðfæri, sko, bara svona stríðsorðfæri. Það eru svo valkyrjur sem eru að heyja orustur. Það eru að berjast fyrir sínu svæði og með skjölda vopni. Það eru að vinna yfirráðasvæði, ýta ofbeldismannum út úr sínu rými. Þannig að þetta er rauninni ofsalega mikil umbrot þarna. Nú, síðan eins og ég skil þær að þá er það rauninni að tala sko að það að þessi barátta rými snýst í rauninni að fá að vera til sem manneskja. Það að vera smættu niður í að þurfa að vera í sama rými og ofbeldismaðurinn eins og ekkert hafi skorist er í rauninni svona óréttmæt tilvera. Þetta eru svona etísk, existentialísk upplifun eins og ég skil þær. Og semst að hafa, þær nota svolítið þennan diskurs, svona diskursinn, þetta hafa rétt á eigin upplifun, rétt til rýmis. Þetta snýst fucking réttlæti, ég á rétt á þessu rými. Þú ert búin að fyrirgefa rétti þínum til að koma inn á mitt rými. Þannig að það að ofbeldismenn komi inn á þeirra rými eða svæði er semst upplifað sem svona áframhaldandi og óréttmæt innrás, ef við notum hugtak veru grey, intrusion. Og þannig verður henni samfella kynferðisofbeldis verður þannig einhvern veginn að samfellu óréttlætis. Síðan sko er ég að hugsa þetta hugtak en að veru grey, þessi gagnvenja eða counter habit. Þannig að þegar við erum að skoða hvernig bregðast konur við svolítið ólíkt en venjulega. Bregðast við innrás karla í líkamlegt tilfellandi rými á annan hátt en venjulega. Og eins og Katla segir, sko, gerendur halda sínu plássi en þolendur þurfa að víkja, sko, alveg eins og ég hafi upplifað í familjíunni. Þannig að það er þessi upplifun brotaþola, sko, að þurfa alltaf að vera að víkja á fjölskyldunni, víkja á vinnustaðnum, víkja úr fræðslusamhengi, úr skóla og svo framvegis. Það er alltaf þetta að vera að víkja, sko. Og þarna er það sem þessar konur eru að gera, eru ekki að víkja, þú veist. Það er einhvern veginn, keyra bara á þetta. Nú, þannig að ef við erum að tala síðan ef að gagnvenja er þetta sem konur að gera og prófa að gera, að þá ef við tökum þetta svona á annan level, að þá getum við kannski talað eitthvað svona inngrip, að ábyrgðarferlið og fagráðin virðast hafa getu til að skapa þetta rými sem þær vilja, sem byggir á þessari viðurkenningu, þessari aðila sem skipta máli í því samhengi þess sem þær finna sig í. Þannig að þá erum við komið með svona eitthvað stærra inngrip, þar sem þetta leita til einhverja og það er eitthvað ferli og það er eitthvað hugmynd. Og eins og það sögðu hérna, ég var með rosalega stuðningi kringum mig, fólk og vinir sem sögðu bara við mig, ég mun standa með þér, það breytti öllu.
fólki í fagráðinu sem telja mín frásögn sé trúanleg, taka afstöðu með mig, það er lykilatriði. Að fá svona virta manneskju til að segja að það sem þú ert að lýsa er nauðgun, það er ákveðin viðurkenning. Og líka það að gerandinn hafi játað fyrir svona offisjál fólki, ekki bara við mig á Facebook, að það var líka ákveðin viðurkenning. En Arna sem tók sem sagt í rauninni stöðu með sjálfum sér í fyrstu sögunni og tók sér rými sem sagt í þessu fjölskylduboði, sko hún gerði það sjálf, þetta er rauninni ákveðin gagnvenja kannski sem hætti að tala um þar sko. En vegna þess að systkini hennar standa ekki með henni, að þá er ekki hægt að tryggja þetta rými. Þannig að hún þarf rauninni hvert einasta skipti sem hún ákveður að fara í þessu fjölskylduboð, að þá þarf hún að plugga valkjörina inn og berjast fyrir þessu rými aftur. Nú afleiðingar, ég skynjaði það sem það voru að segja sem sagt að það eru ákveðnar afleiðingar. Það er bæði ákveðin valdefling sem ég finnst að vera að lýsa og líka finnst mér að vera að lýsa svona breyttum valdatengslum. Eins og Arna sagði, þetta var svolítið réttlætis, það var einhver ávinningur. Ég er alveg búin. Svona ávinningur. Hann bakkaði alltaf og fór allir í vörn og var kjánalegur. Þarna er svona lýsinga að það verður eitthvað svona shift í sko valdatengslunum. Lilja segir, hann fór ekki á í sama herbergi, hröklast í burt, hrædduðu mig. Og aftur við hinn manninn, frændan, hann hröklast á svæðinu. Það gefur mér það vald til að skilgreina upplifanir mínir aftur. Og Sædís segir, ef hann sæi mig eitthvað staðar, þá myndi hann gangi í burtu og það var ákveðin vinningur fyrir mig. Og Katla, nú veit hann að ég mun ekki bara þegja. Þannig að það er ákveðin svona lýsing á, sko það er eitthvað breytt valdatengsl þarna, það er eitthvað valdefling og breytt valdatengsl sem verið að stega sér stað. Og síðan er svona kannski undirliggjandi svona lykilatriði sem nú líka í rauninni eitt þema í þessum viðtölum sem ég hef nú kannski ekki alveg að koma inn á, en kem kannski inn á óbeint í gegnum að nota þennan svona ramma, fræðilega ramma, að það er í rauninni hvað frelsið skiptir miklu máli. Það í rauninni, því ég var að spyrja fólk þú veist, réttlætið og svo framvegis, mér finnst fólk oft fara, sko, það er að segja, jú, réttlætið er mikilvægt, sko, en það sem ég vil er náttúrulega fyrsta skipti þetta hefði aldrei gerst og í öðru lagi vil ég einhvern veginn lifa lífið mínu eins og ég gerði áður. Ég vil losna við þetta úr lífið mínu. Þannig að það er þessi frelsistörf að komast í burtu frá þessu sem fólk vil svo mikið geta gert. En það sem þessar konur finnst mér að einhverju leyti virðast hafa öðlast auki frelsi bara til þess að vera til þess hreinlega að vera til í eigin líkama, vera til sem manneskjur og vera til í samfélaginu og frelsi til athafna. Eins og Lilja sagði hérna, allt í einu átti ég mig aftur, byrja að tengjast líkamanum aftur. Ég var auðmálstað, fann að vera svöng aftur, aldrei verið eins fein að líða jafn ömurlega. Létti á ákveðnum ótta og ég fór að upplifa samfélagið svolítið aftur sem mitt. Og Sædís talar að þetta gaf mér öryggi til að taka pláss í heiminum. Og Katla sem talar þetta snýst í rauninni bara eignarhald á rými. Takk hérlega fyrir.